valdi stjórnmálafræði af því að mér fannst það henta mér best á mínu áhugasviði og ég er mjög fjölbreytt áhugasvið og stjórnmálafræðin einhvern veginn tók mjög vel á móti því þetta er náttúrulega mjög fjölbreytt nám. Allt sem að viðkemur okkar upplifun sem einstaklingar er pólitík, þannig að stjórnmál eru sameiginlegt félagslegt fyrirbæri sem að mikilvægt er að kunna túlka. Ég valdi stjórnmálafræði af því að ég hef mikinn áhuga á mörgu og mér langaði að fara í nám sem er gríðarlega vítt og tekur á við mikið. Við erum að fjalla um sögu og hagfræði og mannfræði og kynjafræði og fullt fleira. Það sem stendur upp úr náminu er að mínu mati hvað þetta er lifandi nám. Það er alltaf eitthvað að gerast sem er tengt stjórnmálafræði og ég finn alltaf fyrir því hvað það er hægt að nýta það sem við erum að læra í náminu bara í dagsdaglegu lífi. Það sem stendur upp úr er held ég samanburðarstjórnmál og alþjóðastjórnmál. Ég hef mikinn áhuga á Mið-Austurlöndum og er að skrifa lokaritgerðina mína núna Mið-Austurlöndin. Þannig að mér finnst mjög gaman að skoða mismunandi stjórnkerfi í mismunandi löndum og bera þau saman. Félagslífið er á mínu mati mjög gott. Við erum með nemendafélag sem er mjög virkt. Við förum hverja viku í vísindaferðir í fyrirtæki og stofnanir og út alla bæ. Og síðan erum við náttúrulega með stóra árshátíð og stóra viðburði og síðan erum við einnig með mikið millinemendafélag sem er mjög skemmtilegt og þá fáum við að hafa gaman með þessast öðrum nemendafélagum. Ég er í stjórn Rösku sem meðstjórnandi og mikið af viðburðum sem koma þegar maður tekur þátt í stúdentapólitíkinni. Námið nýtist mjög vel í þau störf, ótrúlega góður félagskapur sem fylgir. Háskóli Íslands er náttúrulega ótrúlega fjölbreytt stofnun og ótrúlega mikið námi í boði sem dregur af sér skemmtilega fjölbreyttan hóp af nemendum og bæði innlendum og erlendum nemendum, mikið erlendum fólki og bara ótrúlega gaman líka að kynnast öllum þessum ólíku típum einhvern veginn þegar maður tekur þátt á starfi skólans og mikið af fjölbreyttum verkefnum innan skólans líka og eins og alla vikunar, það eru atvinnudagar og það eru alþjóðadagar og bara það kemur allt saman í oftast á Háskólatorgi og það er ótrúlega skemmtileg upplifun.